Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Lægur þitt á mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Júlían J.K. Jóhansson, kraftlíkamaður, velkomin í 24/7. Takk að þið fyrir. Það er ægilega gaman að sitja mútið svona alvöru skrokk. Er það ekki? Jú. Já, þetta er alvöru skrokk. Það er svo leys. Það verður hálf lítillina, en ég ætla bara henda mér í þetta. Botna þetta, kraftliftingar eru? Kraftliftingar eru. Þetta er íþrótt. Þetta er íþrótt, þetta er líkamsalegt líka. Fyrir mér er þetta náttúrulega búið að vera allt með svona líf þannig hingað til, sko. Svona 15 ár í þessu og já, en fyrst og fremst er þetta íþrótt. Íþrótt og verkfæri, myndi ég segja. Og verkfæri? Já, ég hugsa það. Hvernig verkfæri? Af því leitunum til að þetta eru, kraftliftingar eru hnébeygja, bekkpressa og réttstöðulifta, sem eru 3 svona stórar æfingar sem þú og aðrir geta notað til þess að í raun styrkja allan líkamann, hvort sem það eru vöðvar, sinar og bein. Endurmóta líkamann, hjálpa þér að ná þínu markmiðum sem eru kannski fyrir utan kraftliftingar. Já. Algjörlega. Maður hefur lesið líka að sem lappastyrkur hefur tengsl langlífi. Já. Skilur, og vera búin að byggja upp hennan grunn fyrir framtíðina. Já, algjörlega. Og þetta er líka, þetta kemur betur og betur í ljós, sko, mikilvægi þess að styrkja líkama, sko, vöðva og bein eftir því sem maður eldist. Já. Og þetta bara það að þú sé að allir sé að margir hana þvermyndina lærin og íþróttamannunum hana og svo þeim sem æfði eitthvað fyrir hluta lífs og þeim sem gerði það ekki. En munurinn á vöðvanum er alveg bara svona, það er ótrúlega munur, sko. En þetta er líka í gangi, Janus sem með þetta styrkja vöðva og bein hjá eldra fólki og allur gangur á þessu. Algjörlega, hvað segðu mér eitt, þeir sem eru í segjum bara að vera klassi eða eitthvað, og þau eru ekki að beygja nýja þetta, af hverju eru það að missa? Þau eru bara í tækjunum. Já, það er, ég ætla ekki að vera með neina svona, Nei. En sko, af hverju eru þau að missa? Hnébeygja og réttstöðulifta, þetta eru gríðarlega góðar æfingar. Sem taka á svo mörgum vöðvum í einu, svo compound æfingar, þannig að þú ert að æfa marga vöðvahópa og sinar og bein og þetta og styrkir líkamann miklu meira sem heild en einangrandi æfingar í tækjum. Þannig að þau eru að missa þessu klárlega. Það eru auðvitað mismunandi ástæður okkur fólk fer í tækin, ég segi það ekki, ég meina. En ég myndi alltaf mæla með því að ef þú hefur tök á því að gera þessar æfingar, að hafa þær inn í æfinga áætluninni. Já. Þegar þú segir, hvað tekur deadlift ekki á, sko? Þetta er líka svo mikið core og ég held að það sé svo mikið virði í að gera þessar æfingar, sko. Já, og þetta eru æfingar sem að hnébeygjan tekur annarkvort í hnébeygjuskóm, liftingaskóm, eða á tánum bara hreinlega. Og réttstöðuliftuna helst tekur bara á tánum. Og þá er þetta styrkja alveg úr stóru tá og alveg upp, þú veist, að þú ert allur spenntur, sem er þetta, er ansið fáar æfingar sem jafna það. Algjörlega. Hvernig verður fólk sterkara? Hvernig? Já. Náttúrulega fyrir það fyrsta að æfa, en ef það er að æfa, þá er að æfa betur. Borða, þú veist. Ef við ert bara að hugsa að vera sterkari, þá er náttúrulega klárlega að æfa vel. Og þá er ég ekki að tala um að æfa mikið eða eitthvað, heldur finna hana meðalveg, æfa bara vel. Ekki sprengja því æfingum. Og passa líka að forða svolítið að toppa, þú veist. Þú vilt vera að æfa kannski upp í 90% mestalagi. Þú vilt ekkert vera að toppa endilega og ef þú toppar þá er það 12 vikna fresti. Þú veist, cirka.
svo viltu borða, eða þú ert bara að hugsa með að vera sterkari eða viltu borða nóg, þá viltu bara borða nóg. Eða þú ert með einhver önnur markmið líka, þá skoðar það bara í samræðimi við það, en svo kemur auðvitað hausinin í þetta, og það ef þú ert með það markmið að verða sterkari, þá verður þú að forgangsraða öllu í þá átt, og þá kemur spurningin á hverjum einasta degi, og oft á dag, þetta að fara að hjálpa mér að verða sterkari? Þú veist. Þannig að þetta að fara að láta mig vera ná mínu markmiðum. Akkurat, já. Og þá, ef maður ekki að gera það, þá beitir maður til að gera það sem já, og þá það bara já eða nei, þú veist. Já, þá ger ég þetta. Nei, þá reyni ég að sleppa því, eða ekki alltaf þetta sleppa öllu sem að... Nei, algjörlega. Ég heyrði líka sem við talum að æfa í samræmi á staðin sem maður á, samræmi í sín markmið og borða vel og svona. Síðan heyrði ég segja hvort það hafa verið hjá Snorra, algeng mistök að fólk að lyfta of þungt. Já. Eða þá egóði sem að tala sem alltaf meira á, eða? Já, og þetta örugglega egó, en svo þetta kannski líka bara oft ofmat á eigin getu. Já. Og kannski ótengt egó. Þú ert ekki að reyna að sanna eitthvað, heldur bara þín upplifun að þú sért búin að hvíla nóg. Þín upplifun að 70% beygjan á mánudaginn hafi verið léttar en hún var, skilurðu. Eða þín upplifun hafi verið að þú svafst betur í nótt en þú gerðir, eða bara svo mörg atvik. Varstu lengur í vinnunni en venjulega, svafstu illa, varstu lengur í vinnunni, borðaður illa, en ætla samt að reyna að ná toppnum, skilurðu, sem áttir að gera. Þetta svona æfa of þungt og taka kannski ekki með að aðstæðum. Því að, gömlu prógrammin voru svo mikið, og þetta kannski búin að vera svolítið uppreist gegn þessu undanfarnum árum, en voru svo mikið bara tölur og blaði. Bara mánudagur, 200 kíló að beygja, 5x5. Þriðjudagur, 100 kíló bekkur, 5x5. Og það var fórst ekkert út af þessu. En svo kemur ég segi það ekki, þetta ekkert nýtt undir sólinni, en svona meiri hreyfing í þetta, í svona að þú metir svolítið hversu létt þetta var, og reiknir það inn í þetta. Þannig að þú átt að taka þetta eins og þetta sé 80%, og svo finnur bara cirka þyngdina, miðað við dagsform. Já, miðað við dagsform, já. Ekki miðað við maxið þitt. Nei. Maxið eru alltaf til hliðsjónar, en það getur skeikað kannski 15 kílóum. Já, ok, segjum svo að ég maxi bara 100 kíló í bekk. Já. Og ég bara á þeim stað að ég bara svona 90 kíló eru bara heldur tungur í mig í dag. Já. Þá ég þá miðað við 90 kíló. Já, taka miðað því, klárlega. Já. Það áhugavert. Hvað hefur þú oft í viku? Ég núna 4 sinnum í viku. Hversu langan tími senn? Þetta svona yfirleitt 2,5, myndi ég segja núna. Já. Og hvernig skiptir þessu? Ég tek í raun alltaf beygjur og bekk, eða réttstöðulyftu og bekk. Já. Og svo, og stundum hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu. Þannig ég ekki í raun með skipta til líkamshlutum, heldur bara að æfi ég greinarnar eins og ég sé að æfa keppnisgreinar. Og það væntanlega alveg nógu mörg sett að þessu? Já, góð vinna. Hvað eru að tala mörg sett, þú veist? Það bara allur gangur á því, en kannski mest þeim ég fer upp í 8-9 sett. Já. En yfirleitt 5, 3-5, myndi ég segja að vera 3-5, já. En ég hef æft alls konar í gegnum tíðina. Já. Eða þannig lagað, En yfirleitt þetta hef ég einbeitt mér að því æfa greinar eins og keppnisgreinar, en ekki eins og vöðva hópa. Já. Af því, já. Og þetta yfirleitt hafa þetta verið 3 sinnum í viku hjá mér, æfingar. Já. En allt upp í 11 sinnum, svona eftir því bara hvar ég var og hvað mér langaði að gera og svona líka kannski off-season og on-season pælingar. Og væntanlega að þú hvílir vel, hvað hvílir þú lengi að milli setja? Þú ert að taka þungar lyftur? Ef ég að taka mjög þungar, þá getur það verið korter. Korter, já. En það svona, ég myndi segja 3-5 mínútur, en ég tek ekki tíman á þessu. Nei, bara eftir tilfinningu. Já.
Ég myndast ekki, maðurinn, ég var að tala við Dóra DNA einum daginn, Já. og varum að tala kraftlíkar, sko, myndast ekki svona mikil stemmari þegar maður kannski að fara í einhverja þingdir og svona mikill andi. Jú, mikillandi. Menn bara fagna eins og á sin eigin sigur þegar einhver tekur, kannski nýtt PR eða eitthvað svoleiðis, skilju. Algjörlega. Og það líka það sem færð í þessum svona kraftliftingagimmum og kraftliftingafélögum að það eru allir einhvern veginn, allir að róa sama marki, en þetta eru þetta einstaklingsíþrótt, þú ferð einn upp á pall, en samt eru við öll svona einhvern veginn soldið saman, skilurðu, og það er svona bræðralag og vinátt oft í þessu. Þannig að það myndast oft mjög góð stemming, bara svona, fólk eru að hvetja okkur annan eins og þú segir, og það er öskrað og gólað og já, þetta er oft svona, getur verið frumstætt, sko. Já. Algjörlega. Hvað að greina þessum þreymur þín uppáhalds? Réttstöðulita. Já, klárlega. Hvað átti í henni? Já, 409 kíló. Það er svoleiðis. Já. Heimsmetið er? Sko 405,5. Ég keppi í þessum lyfjaprófuðu kraftliftingum innan ISI og þessu og þar á ég heimsmeti 4,5 kíló. Tók svo 409 hérna á réttstöðuliftu móti. Grjóthart maður. Hvernig er það að vera bara með heimsmeti í réttstöðu? Það er bara geggjað. Bara alveg geggjað. Þarna var þetta búið draumur svo ótrúlega lengi. Ég bæti metið 2018 og svo aftur 19. Svo náttúrulega er engin mót bara eða þú veist eins og svo var. En það var bara ótrúlega gleði en fylgdi því, skilur. Að þetta var búið að vera eitthvað sem ég var búin að hugsa svo lengi. Mörg ár? Já, mörg ár. 10 ár. 10 ár, já. Og hvaða markmið tók við eftir? Það er ekki gott að segja. Ég bara bæta þetta. Já. Það var nú aðalega. Og svo á ég nú eftir að verða heimsmeistari í öllum 3 greinunum. Já. Það er eitthvað sem markmið sem stefnir. Já. Það væri þá, hvað þyrftir að ná samanlagt þess að ná því? Ég þyrfti að bæta mig svona 50 kíló. Já. Þannig að... Hvar ertu með mesta rými fyrir bætingar? Í hnébeygju, myndi ég segja. Já. Það ég hef, bara, það hefur svona verið grein sem ég hef verið góður í, en svona tæknilega og fengið ógilt mikið á mótum og svona, lendi í svona vesen með. Þannig ég á mikið að sækja þangað. Mikið að sækja þangað. All right í þeim. Hvað bók er átt mest áhrif á þig? Og hvað lærir á henni? Já, ég náttúrulega las bókina þína. Þú las bókina? Já, hún var mjög góð. Ég var mjög ánægður með hana. Já, gaman að heyra. Og ég get alveg sagt að hún ýtti mér aðeins á stað, sko, og fór ég meira að pæla í svona bókum. Las Atomic Habits í kjölfarið. Já. Að ég las alltaf mikið, sko, en svo kom svona 5 ára tímabila sem ég las bara eiginlega ekki neitt. Ég las kannski 2 bækur. Og svo svo var ég í sumarbústað í Grímsnesi og við rendum inn á Selfoss og keypti bókina þína. Já. Og það ýtti mér aðeins á stað aftur í svona, bara að lesa, sko. Þannig að, en ef ég mjónaði með hana og ef ég ætla að tala bara núna síðan, sko, þá, svo Atomic Habits, svo mjög góð bara í þessum pælingum. Og svo las ég Rich Dad, Poor Dad. Já. Það var svona geggjuð. Hún var rosalega góð. Já. Það var svona, já, ég tók hann úti, við vorum alltaf báður á Tenerife, en ég tók hann úti þar líka, tók hann úti þar. Hún var, mér fannst hún rosalega góð og líka svo vel skrifið, sko. Já, mjög skemmtileg. Og nær manni svo mikið, sko. Já, algjörlega. Það skiptir svo miklu máli. Já. Með það svona, já, hún var svolítið eins og maður með einhverja heimsmynd og hún nær allt í hérna snúin aðeins. Já. Bara þetta er leiðin, en þú getur farið þessa leið sem aðrir viljast vera bara blindir fyrir, basically. Já. Mjög áhugaverð, sko. Og ég er sammála með Atomic Habits, mér fannst hún alveg frábær, sko. Já, mér fannst það. Og þá fór ég líka í svona pælingar, sko, eitthvað að lesa 10 blaðsíður á dag. Já. Þú veist, og
og svo góð líkingin í einu með flugvélina sko, bara með því að leiðrétta stefnunum eitthvað svona 1 sentimeter eða 1 tommu í byrjun, þá ertu komin á allt annan stað eftir 6 tíma. Já, það er alltaf magnað. Já. Þetta náði mig svolítið, sko, ég fór að leggja meiri áherslu á þetta. Því fram að þessu var ég svo mikið í sko, skáldsögum alltaf og ég hlustaði nú Óttar Guðmundsson hérna hjá þér. Já. Og góði dátinn Svæk, ég las hann náttúrulega og hún var geggjuð, sko, mjög hundin. Algjörlega. Ég vil ánægja með að bókin hafi ítt við þér hérna. Já. Það var svo sammála með, sko, líka með Atomic Habits segja þér, sko, hvað var það, einu sinni betri í dag heldur varst ekki gæra, þá verður 36 sinnum betri, 1% betri í dag heldur varst ekki að verður 36 sinnum öflugar eftir ár. Já. Sem bara hvað... Já, þetta og maður fer alltaf inn í þessar pælingar að því ég held að maður einhvern veginn kannski, ég hafi kannski runnið í eitthvað far, þess að maður gleymir því að maður geti lært einhvern veginn og maður gleymir því að maður geti bætt sig og einhvern veginn svona, og maður svolítið bara. Og svo einhvern veginn rankar maður við sér og bara, ég var búin að hafa inn á ferilskránum minni til dæmis að ég kynna á Excel, ég kunni ekkert á Excel, en pælingin var alltaf að ég myndi bara læra það ef ég þyrfti það. En ég fór og lærið á Excel, skilur, þannig að ég gat einhvern veginn. Já, þetta er svona, ég held að þetta sé bara líka þegar maður eldist. Maður vill bara vera í sama farinu einhvern veginn og bara svona, líður bara þægilega þar, skilur. Já. En síðan svo margt sem maður hægt að læra og að vera bara að innbyrða eitt sitt líf bara út lífi, trúi ég, sko. Já, og svo margt einhvern veginn líka, þegar þetta grípur mann, þá fer maður að hugsa, þá fór ég að hugsa, það er svo margt sem ég get kannski bara orðið betri í, þú veist, það er svo margt sem maður ekki fæddur með. Já. Það eru mögulega endalisi, sko. Já. Bara galopinn heimur, sko. Já, svolítið þannig. Bara, þú veist, og maður getur spurt sig bara, hvaða hlut veit ég geti gert í dag sem myndi hafa góð áhrif á lífmyndi morgun og að fá allir svar bara svona, sko. Sér alltaf stærra spurningar sem kunni maður bara setja það í verknað, sko. Akkurat. Svo að koma sér verk og svo að finna hvað maður vill læra og gera og eitthvað, en þetta er samt svona, ég var mjög ánægður með þetta og þetta ítti mér á stað. Já, klárlega, ég held að sé, sko, ég held nefnilega, sko, þessi litlu hluti sem við gerum dagstæðilega, sem fólk heldur að skipta ekkert máli í stóra samhenginu, þeir fyrstulega eru ekki litlir, þeir eru stórir, sko. Af því þú gerir þess að hluta á hverjum einsta degi. Akkurat. Þannig að lítil tvist, eins og flugvélin skilur bara eitthvað pínu lítil breyting í þessu litlu hlutum, það er að fara að hafa stórkostlega mikil áhrif á lífið þitt. Og pældu þú getur breytt litlu hluti við nokkra hluti, þú hefur bara komin á allt annars stað heldur en varst á, sko. Já, einmitt. Þannig að þeir eru risa stórir, þessi litlu hlutir, sko. Já, ég hugsaði þetta eins og í kringum æfingar hjá mér. Eins og ég segi, ég var búin að vera stefnað þessu marki í 10 ár. Og til að byrja með þá hugsa maður 400 kíló í réttstöðu og bara ég var einhvern mann að bara 16 ára var ég eitthvað að leggja saman tölur og ég hugsaði bara þetta er svakalt, mér er óksetta svo í augum en svo er þetta eitt skref í einu og eins og þú segir, aðeins að leiðrétta einhvern veginn og þetta er ein æfing í einu og þetta er ein máltíð og eitt sett og allt þetta og einn dagdrömmur eða hugsun svona, veist, sjá fyrir sér hlutina og svona smátt og smátt 10 ára seinna. Já, þetta er vel orðað það og kannski, þú veist, hvað ég segja, og að bara þessi stöðuleiki, skilur bara þessi eina æfing, alltaf vera að tvista, bæta þessi í og þú veist að hvað ég segja, ef maður fókusar of mikið á takmarkið, þá gleymir maður bara skrifunum sem munu láta þig upplifa að ná takmarkinu, skilur og skrifin eru all lífið, skilur, og 10 ára að ná þessu markmiði, skilur, en það eru öll þessi litlu skrif sem eru bara geggjuð, skilur. Já, einmitt. Og það er líka þetta, kemur og glina þetta, að maður verði náttúrulega að velja svo hvað maður vill gera og maður verður að hafa gaman að því. Alveg 100%. Að því það er eins og þú segir, það er ferðin. Og ég náttúrulega, ég hef dýrkað öll skrefin í kraftlyftingum. Og svona vinna sem mér hefur þótt mjög skemmtileg og ótrúlega gefandi. Algjörlega, það náttúrulega virðist vera það sem færir fólk velfarna í lífinu, það er að það hefur gaman að því sem er að gera einhver ástríði fyrir því, sko. Og stundum það maður að prófa hluti þess að átta sig á því, sko. Stundum bara, veit maður strax að því, sko. Þegar þú, ég vantilega þarft sjaldan að slá það á bakið á æfingu, skilurðu. Jú, kemur örugglega fyrir.
það allavega sko. Já. En þetta orðin svo mikið vani hjá mér Já, að mæta á æfingu, ég á mjög erfitt með og ég raun gæti ekki mæta á æfingu, þú veist. Ég alveg sammála, ég alltaf leiðin æfingu. Já. Síðan bara, ég alltaf leiðin æfingu og síðan bara kemur dagur sem ég bara, ég þreyttur, ég komin í æfingarfötin, það bara, ég sleppi fyrir dag. Já. Þá fæ ég ekki að hugsa eitthvað bara svona, á ég að fara á æfingu, kannski ekki, eitthvað svona, skilur. Maður bara að fara. Akkurat, og það náttúrulega sem talaðum með þessar bók líka, bara þú smíðar þessar habits, þessar venjur. Algjörlega. Já. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza alvöru ítalsk kaffi, hylki sem umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég búinn að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búinn að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem mese og tekur jáfnvel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk kærlega. Hvað hélstu einu sinni að vera satt sem úrstu öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Það nú örugglega ansi margt held ég. Ég held það bara. En eitthvað sem ég þurfti að aflæra. Ég ekki alveg viss sko. Ég ætla kannski að fara í 2 áttir með þetta, 2 svona dæmi með dettur hug, bara svona efst af. Önnur ég er 170 kíló í dag og þegar ég var 90 kíló og var að byrja að lyfta þá fannst mér 130 kíló mikið. Það nú eitthvað ég þurfti að aflæra. 130 kíló mjög lítið, það skilur. Það svona, mér finnst það mjög lítið í dag. Þetta svona einhver viðmið þeim breytast. Þú þurfti að aflæra það. Aflæra 190 var lítið á. Ja, 130 var lítið. 130 var lítið sér, já. Annað kannski er ekki alveg jafn skemmtilegt. Eða þannig, mjög skemmtilegt. Þannig að kannski bara einhvern lærdómur í COVID-inu, þú veist. Einhvern tímann fannst mér svona eins og eitthvað Sovétríkja pælingar svona spennandi, skilur eitthvað svona að einhverju leyti, þú veist. En svo bara fá við smá allræðis dæmi hérna á Íslandi og þá fór ég bara alveg svolítið í hináttina, bara skilur ég kannski smá jákvætt að hafa fengið að upplifa þetta til að átta að sjá því hvað það væri slæmt að búa í svona allræðis ríki. Það sem þú mátt á einhverju tímabili fengum við uppáskrifaða miða frá einhverju ráðuneyti að við mættum æfa og við áttum að hringja í lögregluna og láta hann vita að við varum leiðin á æfingu með uppáskrifaðan svona einhvern svona kvótamiða. Það svoleiðis, já.
þú veist. Já. Síðan þetta svo, já, algjörlega og bara, síðan þetta svo sko hvað maður svona áhugavert við þetta var að þú veist, okkur fannst í endanum bara að vera eðlilegt að við verum bara tímannsangum þú veist, megum við gera þetta, eigum að gera þetta var fyrst að, þú veist, þegar þetta fyrst kom þú veist, þá var allir svona geðut hvað við venjumst svona breytingum og hvað hægt að vera, þú veist, að fara alltaf nær manni, skilurðu, og taka meira af manni, á þess að maður svona heyrðu, hvað í fjandanum í gangi hérna, sko Já, mér þetta var, einmitt, þetta var svolítið klikkað, sko en einmitt þessi upplifun bara að fá að sjá þetta eins og segir, smá saman tekið af manni svo mörg svona réttindi og eitthvað sem hefur verið talið sjálfsagt algjörlega og fólk var til í þetta bara og bara ég ætla kannski að spara restina af þessu fyrir óvinnsæl skoðun Ég ránaði með þú fékkst allavega að upplifa þetta og þetta eitthvað sem þið finnst ekki spennandi lengur Nei, alls ekki Nei. Og þetta var svona ætli ég hef ekki bara svona kannski tekið frelsinu svolítið fagnandi já þú veist algjörlega og bara umburðurlendi gagvart ákvörðunum annara og fólk fá að vera til svolítið Já, vá frelsi, sko það er eitthvað, ég held að það sé svona skuggagildið mitt, sko, frelsi ég verð alveg, bara maður einhvern veginn svona mér finnst það bara rosalega mikilvægt, sko Já. Sama í hvaða skilningi, sko vera frjáls með sínar ákvarðanir eða hvað maður segir, eða hvernig maður segir það og annað fólk á líka að fá að gera það, sko Já. Kemur einhver svona uppreisnir sækur í mig því að það er höggja á frelsi mitt Já, ég trúi því Það er einhver segir mann að gera eitthvað eða þegar bræðið mínir hótuðu mér í gamla dag oft, skilur, og ég var með einhverja stæla og bara, ef þú gerir þetta, þá ber ég þig og auðvitað gerði ég það og þetta var í lamin Það er mjög gott Hvaða ráð hefur þú fengið varðið þína sérfræðikunnáttu sem myndi gefa mér þessi kraftlyftingar sem það magna og deilaði með okkur að það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því Þetta, já þarna þetta er svolítið erfitt, sko ömurlegt að þið þurfa að vara við því, sko það er nú svolítið svona hart Já, en hvað svona stingur í bara augun þegar þú horfur aðra í kraftlyftingum? Þarna sko það er nokkur kannski svona bara tæknidæmi einhver, þú veist, ég geti farið út í þannig, sko, tækni í greinunum Já Ég er alltaf fengið mjög mörg ráð, mjög mörg bæði góð og slæm ráð ég hugsa ég hefði aldrei orðið jafn sterkur og ég er nema að hafa fengið mörg góð ráð sko gott ráð náttúrulega er að kannski að hlusta ekki á ráð frá öllum heldur að velja sér svolítið kannski sína ráðunauta og kannski fólk sem að þú veist að er að koma af þeim stað sem þú vilt fara á eða úr þeirri leið sem þú vilt fara á kannski velja þér vini skilur, þetta var að þanga og félaga Þannig að taka inn ráð hjá fólki sem veit bara hver þú ert og hvert að fara basically. Já, eða sem sagt er búið að gera það sem þú vilt gera Já, sem hefur fetað þá vegferð Já, þetta er allavega eitthvað sko Já, ég held maður algjörlega hafa til dæmis bara, það er eitt af því sem enginn sem verður framhúsgarandi, þeir hafa einhvern góða mentor sko Já Þeir læra af einhver sem hefur farið ferðin áður sko Einmitt og síðan líka góða punktu með að fá ráð bara einhver sem maður svona, bara tekur ráð frá sko þú veist, sem þekkið þið bara líka Já Svo geti ég náttúrulega komið með einhver dæmi sko læsa hnjánum í réttstöðunni
læsa hnjánum í reststöðinni, já. Það þá í toppstöðinni, Já. Sko, það er náttúrulega mikið vara við því að læsa hnjánum oft og ég veit ekki í raun af hverju það er gert, sko. Nei. En það sem gjör breytir réttstöðulyftunni hjá mér fyrir þá sem að spá í því er að í lokastöðu komu upp og læsa hnjánum. Og það sem gerist er að fremri lærisvöðin spennist og þú ferð svolítið ósjálfrátt í upprétta spennta stöðu. Já, sem þú þarft alltaf að klára það, ekki? Jú. Já. Þú húkgripaðir þegar þú tókst heimsmetið? Já. Það er svakalegt. Eru flestar að húkgripa? Nei, það eru mjög fáir. Já. Hvernig varst þið þumlinum bara? Ég var aumur í einhverja viku eftir á. Trúi því. Ég það yfirleitt ef við ferið yfir svona 380 kíló. Já. Þá þumallinn svona aumur í viku 10 daga eftir það. Já. Hann gefur samt þetta húkgrip, hann gefur. Já, hann gefur. Og það líka annað, það sem mér hefur fundist vera stór ástæða okkur fólk að missa réttstöðulyftur er léleg greip. Og það var hjá mér, þú veist, þetta var svona tvíþætt hjá mér í að bæta endastöðunni í réttstöðunni, var að læsa hnjánum en líka bæta greipina sem fór þá í það að fara að nota húkgrip. Þú, sko, notar einhvern tímann strappaða? Já, á æfingum. Já, svolítið. Það þegar þú ert að fara í miklar þyngdir, eða? Já. Og að því ég æfi ekkert með húkgrip. Það er bara, ég gerði það í 1 ár eða svo. Já. En það er bara vont að vera að æfa og bara óþarfi. Já. Og um leið þú ert búin að ná þessu, þá ertu svolítið búin að ná þessu. Já. Ég tek núna húkgrip þegar ég fer í ása eða tvista á æfingum. Já. Einu sinni á 2 mánaða fresti. Ég skil því. Já. Og þú notar belti í öllum lyftum? Já, eiginlega. Já. En fyrir fólk svona, hver sumir nota belti, þetta er náttúrulega án beltis. Já. Hver pælingin þar og á fólk að nota belti þegar komið yfir ákveðna þyngdir? Já, ég notaði yfirleitt alltaf belti þegar ég komin yfir 170 kíló í hnébegjum og 20 réttstöðu eða eitthvað svona. Og oft í bekknum líka. En pælingin með beltinu er svo að belti fyrir utanum kviðina þér og svo gerir þér kleift að spenna kviðvöðuna út í beltið og þar með ná alveg jafnvægi og fullri spennu á hennan miðhluta líkamans á bolnum í raun. Algjörlega. Ég er bara að spyrja líka fyrir sko mig. Því eins og við vitum þá eftir bolnum dansa liminir. Það er svoleiðis? Já. Jú. Það hlýtur auðvitað. Já, ég mæli með beltum sko. Já, bara þú gera það, þau eru góð. Já, algjörlega. Styðja við. Hver er uppáhalds tilvinnið þín og af hverju? Ég er bara töluverður tilvinnamaður. Já. En hjá mér oft endast það ekkert svo lengi. Það er bara, ég finn oft eitthvað en kannski bara grípur mig á þeirri stundu. Og þá jafnvel fæ ég svona gæsahúð eða eitthvað, skilur bara eitthvað svona og þá er það oft eitthvað maður þarf á þeirri mínútu sko. Já. En svo hættaði að virka. Já. Þannig að ég er mjög fegin að ég sé ekki búin að flúra neitt á mig. Þá væri ég bara með eitthvað en væri ekkert að gera neitt fyrir mig lengur. En svona sko síðasta tilverknin er svona þetta er nú örugglega bara einhvern svona beinþýðing úr ensku. Já. Og kannski ekkert sérstök þýðing sem slík en nóttin er dimmust rétt fyrir sólarupprás. Minnst það svolítið gott sko og ekki það að þetta sé svo mikið svartnætti hjá mér sko síðan svo en bara þegar það gengur illa á æfingum eða í einhverju að muna að það náttúrulega endist ekki veist, og það er alveg rétt nóttin er dimmust rétt fyrir sólarupprás og oft virkar hlutinir alveg glataðir rétt áður en þið fara að batna. Já. Og stundum ertu alveg við það að gefast upp rétt áður en þú finnur fjársjáðan eða skilur það bara, það er svo stutt oft í þetta þegar þú finnur þessa vonleysis tilfinningu. En ég vil samt taka fram, ég er ekki í einhverju svona svartnætti en þetta er svona ég er undirbúin undir mót núna sem heita heimsleikanir World Games og er í Alabama í Bandaríkjunum
stórt mót og búið að ganga á ýmsu í undirbúningnum, þannig að tognaði í læri og gat ekkert gat lítið byggt, tekið réttstöðu í bara 6 vikur. Þannig að þetta er svona eitthvað maður svona þarf að ýta sér áfram. Hvað gerir maður þá? Hvernig pússar maður sér áfram þegar nóttin er dimm? Já, það er bara góð spurning. Sko, eins og vorum að ræða venjur, þá er það náttúrulega stór lykill bara að halda einhvern veginn rútínu held ég, sko. Og einhvern veginn fá eitthvað til að ýta sér áfram. Ég gefast ekki upp. Og minna sig á að það er oft styttra í uppskeru maður heldur. Algjörlega, og maður svo orðað svo rétt, þú veist. Hvort sem það er svo réttið ekki, það verður þá bara að koma í ljós. Já. Og líka bara, þú veist, hefur allt sinn tíma, sko. Já. Þú veist, eins og þú segir, það er að koma sólarupprás, þú veist, það er bara gangur lífsins, þannig að þú veist, mér sé oft, bara sásöki sem maður finnur á æfingum, hann mun hverfa, sásöki sem maður finnur í kaldabæðið, þú mynd bara, það mun líða hjá, það mun líða vel í kaldabæðinu, skilur, þú veist, það hefur allt sinn tíma einhvern veginn, sko. Já, það er rétt, það er góð punktur, það hefur allt sinn tíma. Og svo, ég meina, stundum þarf fólk að hætta einhverju, ég segi það ekki, að brjóta venjur og eitthvað svona, en það er auðvitað munur að hætta eða gefast upp. Já, það er munur á að hætta og gefast upp. Eða ekki? Jú. Já. Ég myndi segja, jú, þetta, sko, ég held að leiður til mig, ef þú ert ekki að meina þetta, að hætta er að vera búin að gefa allt í eitthvað og þú finnur kannski bara að þú náður ekki markmiðinu eða að þú vilt ekki lengur vera að stefna markmiðið eða eitthvað. Þannig að gefast upp er að hætta áður en þú hefur lagt gjössalega allt í söl. Einmitt, já, ég held það. Já. En, já, ég tóknaði hann í lærinu og fór til Tenerife þá. Já. Og ég held ég átti rosa gott af því. Það ekki? Jú, hitinn og bara, ég æfði þarna. Það var aldrei skemmtileg þarna, ég rakst á einn í norska landsliðinu og við æfðum bara mikið saman í einu gimmið hana. Já, ok. Og bara fínt kraftlýftingagimm hana í Los Cristianos fyrir þá sem hafa áhuga. Já. Þannig að það hefur verið heldur gott fyrir að koma til sólina. Já, ég held að við bara bjarga mér. Hver var tekin ákvörðun eftir að þú meiddist? Eða voru það leiðinni? Já, sko við vorum á leiðinni, ég og bróðir í Englandi, vorum á leiðin til hans. Já. Og svo meiddist ég og ég var líka bara orðinn svo þreyttur að vera hérna á Íslandi. Ég bara varð að komast út og þá framlengduðu ferðina 11 daga og fórum til Tenni líka. Þaðan frá Englandi. Fá smá díutum, það er svo fjóri tannar. Já. Það hlutir. Já, nú kemur óvinsala skoðunin, Julian. Já. Þú varst búin að spara þig fyrir hana. Já, ég sparaði hana aðeins. Þannig að en það er auðvitað tengt þessu COVID-i, skilur, ég var nú að ræða þetta við Ellen, konuna mína. Já. Og hún sagði mér ég ætti ekkert að vera að segja þetta. hún svona ránkvaldi augunum, svona, Julian. En mér fannst þetta, mín óvinsæla skoðun, sem ég væri náttúrulega ekki, og er ekki dæmdur. Nei, það er ekki hægt að mig. Nei, það er ekki hægt að mig. Var að mér fannst þessar aðgerðir allt of miklar. Já. Það er bara svolítið þar. Hann gengi of nær okkur. Já. En ég náttúrulega fekk aldrei COVID. Þú fekkst aldrei COVID? Nei. Samt gafstu mér að ég keypti þér ból sem hún komst með heim til mig þegar ég var með COVID. Já, ég slapp. Þú slappst? Er þetta bara svona ónumarskerfið, þetta boppa bræðir? Já, það eru kenningar um það. Það ekki? Jú. Það eru kenningar um það? Þú með þessar kenningar? Já, aðalega ég. Aðalega þú, já. Nei, en svona, jú, ég hugsa það, en ég held samt, sko, ég er í alvöru tala að ég held að séu bara ansi margir á þessari skoðun. En eins og ég sagði það, þetta er líka þetta smá gjöf, maður átt að segja hversu verðmætt þetta er allt saman. Já. En þetta var líka mjög skrítin tími bara. Ég fór inn í þetta bara í toppformi, ballaus, og kom út úr COVID 2 barna faðir og ekki alveg í jafngóða formi. Ég held að COVID hafi breytt lífunu, umtöðar lífunu á hansi mörgum, sko. Já. Það er mér töldum, sko. Já, er það ekki? Jú, bara kollvarpaði, sko. Já. Ég held að margir að fengi líka bara svona tími til að hugsa og pæla en staldra við líf sitt, sko. Já. Hvað er fjárunum verið að gera, sko? Já, einmitt. Algjörlega.
En já, við Ég held að sumir hafi líka bara viljað, þetta er kannski óvinsalasta skoðun, ég held að sumir hafi líka bara viljað frí og vilja vera heima hjá sér í tölvunni og horfa á Netflix og þess vegna hafi þeir verið að ánæða með þessar samkomutakmarkanir. Já, ég held að það væri margir sem voru að hlýða hlýðum í því sem fannst þóldi kósi heima, sko. Já, ég held það. Það er svona mínu upplifun. Já, algjörlega. Og eitthvað svona, svolítið svona köld stemming eitthvað svona í kringum þetta Já, ég er alveg ekki sammálaður, sko, að það hefði verið svona aðeins þægilegt að vera bara bundin heima og ekki vinni, sko. Já, alveg klálega einhver sem hafi verið þar. Mér fannst bara verska að hafa lagt lítið áherslu á heilbrigði og heilsueflingu, vaffes, skilur í ytri varnirnar, sem ég gerði náttúrulega mjög vel, ég held að við hefum gert mjög vel, en ég verið til að fókusera meira, bara, heyrðu, eins og Lukka kom að tala minna. Ég bara, snerting, knúsaði allan á fjölskyldumælni, verður bara duglegur að því, farið út í göngutúr, hugaðu svefninu, bara borðaðu holt og allt þetta, skilur. Máttu vera meiri áherslu á þetta, því þetta bætir ónæmiskerfið og ónæmiskerfið hjálpar okkur að verjast COVID, sko. Algjörlega, og ég meina, auðvitað vill lengi vera veikur, hvort sem það heitir COVID eða bara flensa, skilur. Ég held ekki, ég held að sé ansi fáir sem hafi áhuga á því að veikjast. Ég allavega, mér finnst mjög leiðilegt þegar ég er slappur, sko. Já. Og ég var auðvitað eignaði spatt þarna en mér fannst ég og það er auðvitað annað og byrjum maður ábyrgð á því en ég fór auðvitað eftir þessu eins og ég gat. En varstu svo dýllur hana í lockdowninu? Varstu uppreisnarseggur í þér eins og mér? Ég var mjög ósáttur með þetta, sko. Já, ég var það. Hafðirðu viljað láta í þér eitthvað heyra? Eða var þetta bara svona innan? Eitthvað opinberlega? Já. Ég náttúrulega tók mörg svona kaffistofuspjöll bara. Auðvitað. Ég var þar, sko. Já, ég veit ekki, það er eftir að segja svona aftur í tíma. Já, algjörlega. En ég var ekki, mér fannst þetta ekki eitthvað neðan. Og líka loka líkamsræktastöðum eins og þú segir og þetta var svolítið skrítið. Mér fannst þetta lykt af leti, svona COVID-leti. Lykt af COVID-leti, já. Nú búið að cancela kallinu. Nei, ég held að það sé ógeðslega margir á þessari skoðun. Já, og sérstaklega núna er þetta búið. Já, algjörlega, það er hægt svona reflekta meira á þetta. Algjörlega þú varst. Já, ég held það. Ég var í menntaskóla rétt eftir hrun. Og þá snerist öll verkefni í raun einhvern veginn áhrif hrunsins á hitt og þetta. Já. Nú veit ég ekki hvernig það er í menntaskólanum núna. En ég gæti alveg trúa að það myndi, á næstu árum myndi ansi mikið snúast þetta og uppgjör á þessum tíma. Já, við munum sjá áhrif á þessu bara 5-10-15 ár, sko. Já. Það verður áhugavert að fylgjast með því, get ekki sagt hana. Jæja, nú erum við enda á þá. Nei, já, við ætlum að fara í þetta. Hvaða nýja trú, venja að hefðun hefur bætt lífið, hvað mest undanfarin ár? Það er svolítið kannski bara það sem ég var að ræða áðan með þessar svona viðhorfsbreytingar að maður geti breyst og lært og haldið áfram að þróast. Og ég var alltaf svo í kafi í þessum bókum að tímbili að ég var eitthvað að horfa á son minn, hann var svo duglegur eitthvað og ég sagði vel en hugsaði bara Ellen, hann er að læra svo mikið á hverjum einasta degi, hugsaði að við varum svona, við myndum bara ekki hægt að læra, við varum alltaf að læra eitthvað og þá var hann alltaf ránkvöldun á augunum. Þetta er svona, ég hugsa að sé þarna ef ég ætta Já, en ég meina á þessu sviði. Ég vil alltaf trúa því að við getum bætt okkur í flestöldu. Ef þú trúið því eða sem þú trúið því ekki, getur ekki bætt með henni. Af hverju ættir þú þá leggja það fram við að bæti það einhverju? Einmitt. Svo er það svolítið klésjan kannski, þetta er algjör klésja en bara eitt líf, þú ert bara lifandi og ég minn fyrir einhverjum árum þá þótt þetta fáránlega asnalegt að segja þetta skilur en þetta er að því þetta er rétt, við vitum þetta er rétt en bara ef einhver myndi segja við þig Beggi hvað myndur gera ef þú ætti bara eitt líf eða veist segjum svo, þú ætti bara eitt líf, hvað myndur gera? Það myndast svona öðru sér sjónarhótt, sko. Já. Ég myndi allavega vera ég sjálfur, ég myndi stökkva á tækifærin sem myndi byggðast mér, ég myndi vera þakklátur fyrir daginn í dag, ég myndi ekki vera að bíða eftir að koma á einhvern stað, ég myndi
knúsa fjölskyldum mína og vinni mína og segja hvað þykir væntu þau og þú veist. Já, vinna meira. Já. Hitta vinnina minna. Já. Ekki hitta fjölskylduna. Það þú ert að vinna, þú veist. Já. Eða ekki? Það svolítið svoleiðis, sko. Það alltaf, já. Ég held að við höldum að vinnur og fjölskyldumennum býði bara eftir á kantinum, sko. Já. Það margt í þessu. En svona þessi pæling. Já. Ég sambra þessa pælinga og var ekkert að lesa þetta svona stóíska hugsuði, sko. Já. Það var áður að því eitt af því sem gerir svona mér heldið svona leiðilegt að átta með því að við venjumst öllu lífinu, sko. Já. Öllum bara, þú veist, forréttindum okkar sem við vinnum hart fyrir, sko. Hvort sem eru kannski bara makarinn okkar, fjölskyldumeðlimir eða vinnan okkar eða hlutinu sem við eigum eða, við venjumst þessu öllu. Já. Tökum þessu sjálfsögðan hlut. Og eitt af því til að kveikja einhver þakklæti var sem mjög dramatist líka. Ég hugsa sko að maður er að fara að gera eitthvað í síðasta skipti. Ég er bara að fara á svo æfingu en bara síðasta skipti, þetta er síðasta æfingu. Hvernig myndi maður vera á æfingunni? Maður myndi fokkin bros út af eyrum, maður væri ekki að drífa þessu æfingunni. Maður myndi njóta þess að rífi fokkin lóðin, sko. Sama með allt þetta, maður er stressaður fyrir einhverju, þetta er síðasta skipti sem ég var að gera. Get ekki verið stressaður lengur. Nei. Get bara brosað. Einmitt. Algjörlega. Og svona einhvern veginn, þú kannt ekki við að segja eitthvað eða gera eitthvað. En svo hugsa maður, ég var bara þetta eina líf, þetta segja bara og gera það sem ég vil. Nákvæmlega. Já. Hvernig var eftir kvótið hana? Það var að við ættum 2 líf og og það seinna byrjar þú áttarið á það okkar 1 líf. Já, einmitt, ég sá þetta. Já, sem er aldrei. Já, aldrei gott. Algjörlega. Þetta er mjög gott. Síðan spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilaboð og framfæra út lífið til annar einsleika, hver var skilabóðin? Einu skilabóði á framfæri. Við heldi bara henni bara í Miklubytunni, bara svona veggspjaldi sem myndi bara standa. Getur verið einhverja setningar, eða getur verið einhver löng skilabóð. Það myndi bara standa ein skilabóð sem gæti bara sagt. Ok. Þetta er svolítið Þetta er góð spurning. Þetta er það. Sko, það geti nú verið bara eitthvað af þessu sem ég er búin að vera að segja. Það geti verið mér finnst eitt svolítið gott bara svara þessu að því auðvitað á maður að taka með því sem að, eins og ég var að segja á þann, eins og mann líður á æfingum og rekna með því. En svo vitum við náttúrulega ekki allt í þessu og ég sá einhvern mann tilhörnuna How You Feel Is a Lie. Já. Með það svolítið gott. Ég skrifaði upp á töflu í gyminu. Já, ég myndi bara að setja það. How You Feel Is a Lie. Af því, sko, ég maður að grípa hana því að þú veist, þetta er svo fín lína hana. Hvort á maður að, þú veist, maður líður einhvern veginn. Já. Hvort á maður að push it through, skilur, taka fjórðsæðinguna, eða bara, þú veist. Já, algjörlega. Og mér finnst líka þetta varandi, sko, margir sem með svona úr. Ég svaf ítli nótt, nú er ég þreyttur allan daginn, skilur. Ertu þreyttur? Akkurat. Er það bara því að úri var að segja þér, skilur? Já, einmitt, þetta er góður punktur. Og það er nú eitt annað sem ég hef nú lært eftir ég egnaðist 2 börn, er að bara, það skiptir engu máli hvað sem þreyttur það er, veist, bara þreyttur fokkaður, veist. Að því þá bara ber maður ábyrgð á 2 einstaklingum og þá bara skiptir engu máli hvernig mér líður. Nei. Það er bara lygi. Já. Og ég var bara að hugsa þetta hérna á leiðinni að því að ég er orðin svolítil stereotýpa. Ég á strák og stelpu og bý með konunum minni með garð og var að kaupa með felli sem ég var að koma með úr skoðun. Ákveður útvart. Já. Og þá erum við ábyrðina og setja á mig bílbeltið. Ég ber ábyrða því að setja á mig bílbeltið að því ég er foreldri. Og ég vil hugsa börnum mín framvegis. Svona, þetta tengist nú ekki beint en bara þetta svona ábyrð umfram sjálfan sig basically. Já. Og ber ábyrð á því að halda mér á lífi fyrir þau. Já, það er alltaf ristór tilhjóðum fyrir sig. Já. 100%. En How You Feel Is a Lie, við förum aftur að því. Já, maður auðvitað líður alls konar æfingum og bara í lífinu en sko keiri gegnum það eða ekki, þú veist, það er bara
fyrir mér hann langa oftast when going gets tough, the tough gets going, sko. Já. Ég langa oftast, stundu gefst ég upp, að þú veist, gefst ég upp í þeim skilningi að bara tek kvíldræðinguna, að bara ég of þreyttur til þess að vera að einbytta mér að lesa eða whatever, en sem líka góð ákvörðun, auðvitað þarf þetta að hvíla líka. Já, en ég langa oftast þá púsa ég það ekki, sko. Já. Það svarið mitt, það getur alltaf svar fyrir aðra, sko. Já, algjörlega. Því maður nennir ekkert, maður nennir ekkert alltaf öllu, skilur. Nei, og ef þú vilt ná árangri, þá þarftu bara að gera hlutustundu sem þú nennir ekki að gera. Já. Það koma dagar sem ert ekki eins mótiveraðar og aðra dagar, skilur. Stundum ertu bara djúvill ég kraftmikill og gengur vel og svona. Stundum ertu bara að mér líður bara ekkert vel og ég nenni ekki aðeins, skilur. Þú ferð samt. Já. Drullast ég helst rætt hana. Algjörlega. Og sko, við tala hnébeyguna aðan, sko, ég myndi segja að móðir allra æfinga að vera 5x5 hnébeygur. 5x5 hnébeygur, ok. 5 reps, 5 set af þungum hnébeygum. Og það svona æfing sem ég lendi oft í því bara að ég kannski að hita upp og ég þreyttur og ég hugsa bara, á ég að gera þetta á 5. daginn í staðinn. Já. Og svona, ég tek 1 set, sé hvernig það Svo tek ég 1 set og ég svo, djöfull var þetta leiðilega þungt eitthvað. Já. Ok, ég tek bara 2 set í dag. Já. Og svo eitthvað, nein, ok, fyrir annað set og það var helvíti eitthvað. Ég hugsa, ok, 5x3, það fínt, 1 set í viðbót. Og ég veit allan tíman ég að fara að klára þetta, en ég verð að taka tröppugangin. Já. Það veist, svona semja við sjálfa mig alltaf 1 í viðbót. Já, þú vil það sniðut. Taka 1 skrif í viðbót, síðan alltaf bara, já. Það oftast bara, já. Byrja og taka þetta eina sett, það leiði kannski að sér annað sett ef þú ert duglegur að semja við í gegnum æfinguna. Já. Og þetta allt bara 1 skref í einu handil út búinn. Eins og Al Pacino sagði í ræðunni þannig. Algjörlega. Þetta bara 1 skref í einu þangað til að þú ert búinn. Þetta sko, og skrefin fucking þessi lífið snýst sko. Já. How you feel is a lie. Ég vil geggja enda á því. Það ekki? Það bara frábært. Júlían, takk kærlega fyrir að gefa tíma til að spjalla. Það var ekkert eðlilega gaman að fá að skeignast inn í hugarheim þín sem manneskju og kraftlingamanns og ég bara gangi vel á mótinu í sumar og halda áfram að vera einsleikur sem þú ert. Já. Gangi vel. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir.